Mötley Crüe komin á fóninn, það föstudagurinn 12. október klukkan orðin 4 og FM 95 Blöður hafið göngu sína þennan yndislega föstudag. Auðun Blöndal heiti ég og beint á móti mér sitja tveir yndislegi drengir. Annar vöðvamikill, hinn mjúkur, en báðir eru frábærir. Ég ætla að byrja á þessu mjúka, Steinþór Hróar, hvað ertu? Ég ætla að byrja að þakka falli orð. Já. Mikið ertu í einhvern veginn út indall í dag. Ég í gíri, ég var náttúrulega í fríi síðasta föstudag. En þú byrja stundum þættin á því að bauna yfir okkur. Jó, þú hefur átt það til. Hvað, því ég kalli ykkur indjána eða kúrega eða eitthvað? En núna ertu að kalla okkur indislegu. Já, ég veist það, ég var búin að sakna ykkar. Ég var að viðurkenna, þó ég bara ekki frí einn föstudag. Sko, ég fyllandi góður og fróti fín. Það gott að heyra. En veistu hvað? Ég ætla að breyta hefðina eins. Nú? Hvernig hefur þú það? Nýkomin heim, búin að vera í golf. Hvernig gekk golfið? Golfið gekk vel. Verður einskilinn, tölum hreina íslensku. Ég lendi 21. sæti aftur í 89. Hæ? Já, það ekki alltaf leið. Það ekkert eðlilega lélegt. Það er fáránlega gott. Já. Hæ? Og ég var í öðru sæti eftir dag 1. Þannig að, já, ég var sko. Sér eru skitið hérna á degi 2. Já, eins og heyri þá þessi vöðvamikli byrjar að tala. Egil, hvað er þú? Ég bara aldrei verið betri. Gott að heyra líka. Ég held ef hún væri að fara stórmót erlendis. Sorry með það eru, hvað sagði það margir? 30? Það voru 39 held ég. 39, þá held ég að hann myndi lenda í svona 39. sæti. Ég held að það var top 3. Sko, ég get alveg viðurkennt eitt. Ég var í öðru sæti eftir dag 1. Svo var ég góður dag 2. Og þá spilaði ég vel. Svo var frí á föstudeginum. Þá eru ekki farið eitthvað í brennivín. Nei, já, þá fórum við saman á Oktoberfest við Rikki. Og ég nú ekki vanur að ljúga hlustundum. Ég var alveg í góða heiminum þar, eins og þið bara sáuð sjálfur og heyrðu þegar ég hringdi ykkur. Þú sagði með þú hafið aldrei verið að farin. Já, ég segi nú ekki aldrei að farin, en ég var í góða heiminum. Þú voru á Oktoberfest. Þú ert að drekka það ekki lítersbjóri, það fær ekki hálf líter, fær bara líter. Já, bara könnu, þetta er ógeðslega gaman. Þetta er eitthvað sem fólk ætti að skoða, að kíkja til Þýskalands á Oktoberfest. Hvernig var hænuhausinn með lítersbjórin? Það sko. Ég get ekki sagt að Rikki hann þolir ekki jafn mikið og við þegar kemur áfengi. Hann getur ekki þegar að bjóðtappa hérna heima og svo eru fullu. Hvernig var hann? Hann var samt bara förðu fesku sko. Er það? Já, hann passaði þessi kallinn. Ég var að gefa hann það. Hann var sér aldrei neitt í skammar eða neitt. Nei, og ekki rótaður á lögregluþjóni eða neitt svona. Nei, ég hafði pínur áhyggjur á hann Oktoberfest, ég viðurkenni það. Ertu að grínast? Ég var á nálum, ég gæti alltaf sofið út af þessu. En svo snerist þetta í höndunum á mér því að það var frekar hann sem hafði áhyggjur af mér. Ég var komin vel hann inn. En hann skeit sér þjálfari samt. Málega, þú ratar alltaf heim. Þú ratar alltaf heim. Já, ég skila mér. Þú skila. En ég frétti að þið látið mig heyra það hérna í síðasta þætti. Já, hvað sögðu þið? Það frétti ég. Við vorum nokkuð góði við. Já, bara ég hefði labbað inn á skrifstofunni hjá Benz og sagt bara ég þarf katti og þjálfara og mest að kjafta þessi heitt sko. Málið það að þú notaðir fræðarspjaldið. Nei, ég spurði bara hvort það mætti komið. Það voru makar með hinum. Þannig að ég var ekkert eitthvað ég að vera frekar en aðrið sko. Nei, þú varst ekkert að fikta í Richard eða? Nei, við sáum þetta saman í rúmi. Það var sex zombie, ég sá það á Instagram, það var sama rúm, þannig að eðlileg spurning. Svafst í undirfötum? Já, er ekki heimt að ég myndi verið í stöðbuxum. En sko, við þið hvað komið líka óvart með Rikka. Ég var að gefa hann það. Hann hrítur ekki. Hann er mjög þægilegur bara. Ég held að hann væri svona típa sem að ég myndi alla dag að freka sofa hliðin og honum heldur með þér. En hann er samt með njálg sem er alltaf veikur. Jú, það er leiðilegt að hann sé með njálg. Hann er þægilegur ferðarfélagi. Já, mjög þægilegur. Og það sem er dýrkalegur Rikka. Alltaf til í allt. Það er alveg saman bara í Rikki og kíkja. Til í allt. En þetta var hrikalega gaman, takk fyrir að spyrja. Og gaman að vera komin aftur og vera með ykkur kæru hlustendur. Við erum með rosalega þátt í dag. Það er nýjasti dagskráin ef þú mættir. Svo erum við með spurningakeppni Gilsannars. Hvað erum við með þar? Sko, núna þegar ég labb út á mótnana þá er dimmt. Byrju, hvað ertu að vakna að snemma? Sko, ég vakna 5:50. Það er heldur dimmt. 5:50, wow. Hvað ertu áttræður? Sko, og hérna síðan ótti ég kem heim var aftur og dimmt. Þannig ég hugsa það er mjög dimmt. Þannig ég hugsaði, hey, King of the Darkness. King of the Darkness? Það er keppnið svo vilt, sko, með hvernig þetta hljómar, þá er þetta keppnið svo vilt ekki vinna. Viltu vera King of Darkness? Það er hræðilegu titil. Hverju líður betur einhvern veginn í myrkrinu? Maður vil aldrei vinna þessa keppniðinar. Yfirleitt er titillinn sexy. Hann hljómar yfirleitt ágætlega. Bara svo, já, ég veist það, kannski í dag myndi ég vilja vinna. Já, ég er aldrei til að vera King of Friends, til dæmis. En King of Darkness, það er hræðilegu titill. Rústa þessari keppni. Hver? Sveppurinn.
Elskar hann myrkrið? Já, hann talar reglulega um það að hún líður best í myrkrið. Hefur aldrei séð hann breytast í Krusty? Jó, reyndar, góður. Fyrir að breytist í Krusty þetta klán. Það er rosalegt. Já, það tekur ekkert Breiðholt úr setnum. Nei, maður þarf bara að fara heim, bara flýja. Það var bara svona, hvernig er hann að fara að láta heyra það í kvöld? En já, svo erum við með sturlaða staðreyndir, myndir yfir cash, hver er líklegastur og ég veit ekki hvað og hvað. Við erum með veislu handekkur, kæru hlustendur, við erum í gír, vonandi eru þið í gír, er eitthvað sem viljið bæta við þetta, drengir? Ég ætla bara að vona að hlustendur séu í gír af því að við erum allavega í gír. Já, sama ég sagði. Sagði þú það? Já, ég var að segja það. Helvítis villingurinn. Þjóðlega góður. Það held ég að þið eru að hlusta á FM 957 með ykkur í dag. Steinþór Hróar og Auður Blöndal hér á föstudeginum 12. október. Það er sólskinn og það er allir létti. Er þetta ekki nákvæmlega svona? Þetta er besta FM-ofnin. Já, hann glemdi samt það sem hún tekur alltaf hér á FM. Hér á FM? Já, ég skeitaðist það. Þú hljómar eins og Heiðar Östmann á sljófgandi lyfjum. Já, sko, ég er búin að hlusta á Heiðar Östmann í 20 ári út af mér, sko. Hver eru uppáhalds útvarpsmaður þinn allra tíma hér? Ef ég bara spyr. Það er ótt marga því. Rífa Guðmunds, Heiðar Östmann, Siffi. Siffi? Já, Siffi. Ég kallar hann Stiffi. Er hann einn af þínum uppáhalds ever? Brynjar Már, Kanski Harmækjadamenn. Svali. Eftir að nefna bara alla útvarpsmenn sem mannst eftir. Nei, bara að tala um uppáhalds útvarpsmenn. Ég verða að taka undir með steita þannig að setur hennar review bara upp hverjir hafa verið í útvarpi. En þú hefur samt tekið upp Þetta er alltaf geggjað, með Þröstu 3000, það var geggjað. Það var geggjað, sko, en þú tekur upp hennan sérstaklega svona vampírustýr, svona, já, ég er að stúdra alla þess að og þeir eru geggjað. Heiðar Östmann held upp á ammælum daginn 20 ára útvarpsammæli og held veislu bara partí, komst bara ekki með að búið það er ásatíð töframanna eru komna núna, er ásatíð útvarpsmanna það er ekkert ásatíð töframanna hann held bara ammæli, útvarpsammæli hann átti ekki ammæli, þetta var ekki fæðingardagur nei, bara hann var 20 ár síðan hann var að byrja útvarpið. Já, ok. Finnst þér eitthvað að því? Ég kann að meta svona bara ef ég fæ einhvað tækifæri til að hendi veislu og gera það. Þú var gagnrýna Heiðar Östmann með þetta? Ég er ekkert að gera það, ég er bara mér var ekki boðið. Spes, ég er í útvarpinu. Haldið þið upp á þegar konekar er 22 og háls, fattar eins og 29 og háls. Þetta er eitthvað geður. Þetta er brjálæður. Við erum einn vinn sem gerir það. Já, hún var 29 og háls, hún fekk köku og lag og allt maður. Já, mætti bara herbyggi með gítarinn. Þannig að þið eru ekkert í því að halda. Nei, ég meina, hvað ætlar þá að stoppa? Ætlar að bara dæma manni fyrir að vera romantískur? Nei, hvað ætlar þá bara að mæta með gítarinn þegar allir fór útborga fyrsta dags mánuð? Bara, herðu, ekki að fagna þessu og hvað ætlar að stoppa? Ég veit það. Ástu mín varst að kaupa henni í stífi. Það segja gítarinn og fara tilbaka. Það er alltaf fagn það var ekki með gítar að þetta þessu byrjum. Þetta er mestu snillíkur sem ekki. En við erum að fara hérna í slúður núna. Svo mætti að tala um ástina. Heyrðu, það er rosaleg pressaður. Akkur? Þegar þú varst í burtu, þá var Egill með besta slúður. Sástu slúður? Sem hefur verið í útvarpinu síðan í manna eftir mér. Með Stallone, Arnar Grant og Nicolas Cage. Við erum búin að vera hvað er búin að vera? Við erum búin að vera þetta í 10 ári í útvarpinu. Ég veitur að segja þetta bara því að ég var ekki. Nei, heyrðu hvaða nöfn? Já, ég meina, hvað var að frétta Sly? Hvað? Nýja Rambo-myndinni. Og rosalegur og Nicolas Cage var sko hausum að við sprakk þegar maður segja þessu nöfn sinnast. Mér fannst þetta geggjast. Það er þessi drinking coach, frænda sinns og fyllibita. Method acting. Það er þetta vel gert maður. En ég ætla að byrja á Trump, er það í lagi? Já, Donald Trump. Já, hann var að bjóða Kanye West í Hvíta húsið og þeir eru félagar. Já, bara í bullandi manni og saman að það. Já, og Kanye West er þvílíkt að fá að heyra það fyrir að styðja Donald Trump. En þeir voru að ræða hinn ýmis mál, en það sem að mér fannst merkilegt í þessu er að Donald Trump, hann bauð ekkert bara Kanye West, hann bauð öllum celebrity friends og það sem er hans vinu þá nei, sem sagt Donald bara Trump, Kanye West, þú kemur og mátt taka alla fræða með þér. Donald Trump, Kanye West er a celebrity friend. Já, ég skil. Og hann bauð öllum sínum, Donald Trump, sínum celebrity friends. Já, og það meistara voru mætti. Það var frekka sorglegt. John Rich úr Big and Rich. Aldrei heftum hann. Hann var mættur. John Rich? Já, svo mætti hann líka hann Kid Rock. Sem að ég vissi ekki eins og að vera ennþá lífi sko. Er hann still breathing? Kid Rock. Og svo NFL legend Jim Brown og svo Ivanka Trump sem er dóttir hans. Það er ekkert Selebin úti er ekkert mikið að bakka Trumpinu upp sko. Fámennt en góðmennt. Góðmennt, Kanye.
Það eini að það smíðundir en að hitta. Já, Kid Rock kóngur, sko. Kid Rock Kóngur hann. Ég mjög ánægður að heyra hans á lífi. Ég hef ekki hugmynd að hvað er að gera hann bara þannig að vinna okkur dekkjastæði. Hann ekki að gegga. Já, og þetta er svona góða punktu. Hvað er langt sem maður heyrði Kid Rock lag? Hvað er langt sem maður heyrði bara nafnið hans? Já, en allavega þá mætti allir selef vinnur hans Donald Trump í Hvítási og þetta hefur verið heljarinn að fjör. Sorgarpartí, þau eru ís og vesen. Já, þetta hefur verið geggjað. En nú spyr ég ykkur, ef að Donald Trump myndi bjóða ykkur í Hvítahúsið, myndi ég mæta? Nei. Okkur ekki. Fara og sjá Hvítahúsið. Hvað á ég að gera þar? Jú, kannski, vístu að segja það. Hvað er þú nú góður til að mæta í Hvítahúsið? Mér langar ekkert að hitta hann. Við höfum ekkert sammeilegt og mér finnst hann bara ógeðslega leiðilegu gæi. Ég myndi alveg kíkja þig. Egil, myndir þú kíkja á Trump-rann í Hvítahúsið? Það mér er bóðið í heimsókn. Inn á White House? Ég held að kíkja í The White House. Það er ekki eins og það yrði það myndi heilla mig freka bara einhvern veginn að fá bara frítt flug og hótel og svona bara fara til Bandaríkjanna, geta gert eitthvað á undan og eftir. Já, frábært. Ég hef aldrei farið til Washington, ég hef aldrei séð Hvítahúsið. Er ekki Washington, er það talið skemmtileg borg eða? Já, fullt að sjá eitthvað. Ég veit ekki, ég hef aldrei komið eitthvað. Svo er það, þetta er gert fyrir þig, Egil. Enrique Iglesias er næstur í slúðrinu. Wow. Yes, hlýtur nú að rána með það. Og, ég elskan. Já, hann var í viðtali. En ekki ennþá með Önnu Kornikó? Jó, þetta slúður fjallarinn með það því að þau eru nýbúin að eignast tvíbura. Og já, það var einægja tvíbura eða tvíægja? Einægja. Og það var eitthvað pervert sem spurði Enrique Iglesias hvernig kynlífið gengi eftir tvíburuna. Og hann vill meina að kynlífið hefur aldrei verið betra en eftir komið tvíburuna. Já. Þannig að það er bara veistlega gangi hjá Enrique. Og sko, fleiri tvíbura á leiðinni kannski. Já, þetta er þetta eitt. Þarna verð ég að taka upp sko að ég þarf eiginlega bara viðurkenna að þegar þau byrja saman Enrique Iglesias og Anna Kournikova þetta er á Pop TV tímabilinu mínu þetta er þarna 2003 eitthvað, ég er í 70 mínútur þegar ég segi frá þessu slúðri ekki bjóst ég við að þau verið ennþá saman eftir 15 ár Nei. Ég tek hattin á fyrir Þessi celebrity couples eru ofta að rótera. Já, og líka bara hún var stærsta stjarni í heimi þá og hann líka, hún er hætt í tennis og Enrique, jú, hann er reyndar að gefa út nokkuð lög núna, hann er alveg heitur en þá. Djöfull væri ég til að vera einægja týpuri. Akkur? Það væri gegn. Það er alveg nóg að veit þig sko. Já, þá getur þú sendt týpuraðan í ykkur verkefni. Já, og ég myndi ekki og helst þá að fæðast í bara einhverju húsaskemmu og ekki vera tilkynntir. Þá getum við verið að skiptast bara á verkefni. Þú ert aldrei það líkur það. Jó, þá geti bara tvíburabróðum, ég geti verið bróðir minn. Já. Hérna núna. Og ég var bara heima bara með snakk í naflanum að horfa á sjónvarpi. Já. Maður myndi bara við getum verið svona deila niður svona amstri dagsins sem ein manneskja bara. Svo er loka slúðrið, það er nú ekki merkilegt en það er verið að tala um að Channing Tatum og Jessie J séu nýtt par, hvernig líst ykkur á það? Já, ég veit ekki hvað Jessie J er. Söngkonan innan, hún er mjög góð, hún er búin að halda tónleika 2 ára í Íslandi og það er rosa söngkonan sko. Channing Tatum. Já, hann er velmyndarlegur. Hann er rosalega huggulegur og hún er mjög myndarlega líka. Þetta er ekki bara fínast að verður ekki bara óskað þeim til hamingju og allir sáttir eða? Já, til hamingju Channing Tatum og Jessie J ef þeir eru að hlusta. Þessi slúðupakki var greinlega ekki af góður og pakkinn hans Egil sem daginn en ég gerði mig besta ég var með Sly og Arna Grant og Nicolas Cage. Hvað var slúðuð Arna Grant? Hann fór hól í höggi á Spáni. Ok, frábært. En Nicolas Cage var sko það var svakalegu móli. Það var geggjað móli. Hann var frænda sem drinking coach. Veitingastæðan vikunar á FM 957 er XO, nýr og sjóðandi heitur matseðill sem er innblásinn frá öllum heimshornum. XO býður upp á Hollands kyndibita og frábært úrval rétta fyrir einstaklinga, hópa og fyrirtæki. Spicy chorizo flatbaka, turmeric smash hamborgari, XO núðlur, auk fjölda vegan og grænmetisrétta. Opið til klukkan 9 öll kvöld í Jöðurhúsinu og Smáralind. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og þú getur nælt þér í 10 skrónu gjafabréf á XO sem er veitingastæður vikunar á FM 957. FM 95 Blö á FM 957 í samstarfi við Keiluhöllina Egilshöll. Vantar fyrirtæki þitt fána, límmiða eða skilti? Á vefnum okkar fjölprent.is getur þú gengið bæði frá hönnun og pöntun. Fjölprent. 30% afsláttur af öllum gardínum og 25% afsláttur af öllum gólmóttum. Rúmfattalægurinn aðeins ódýrari. Hundurinn er besti vinur mannsins, en þó var hundahald ekki leyfilegt í Reykjavík fyrir 2012. Já, stundum gerast góður hlutir seint. Happy hour frá 11 til 1 á kvöldin.
en ekki taka hundin með. Public House, Gastropub, Laugavegi. Bifreiðir.is, varalhuttir og verkstæði með allt fyrir þýska bifreiðar. Hágjaða varalhuttir og þjónusta í 18 ár. Gæði og glæsileiki, endalaust úrval af hágjaða flísum. Flísabúðin, Stórhöfða 21. Nýtt afl á íslenskum bílamarkaði. Varahlutir í alla bíla. Vestfalia dráttabisli, brendur upp kerrur, Mótul oljur. Motormax, Vatnagörðum 12. Ferskur matur sem hressir þig við. Serrano, Fresh, Happy, Max. Við eigum mikið úrval af leikföngum, spilum, púslum, töskum og mörgu fleiru. Margt og mikið, Holtasmára 1. John Grant fagnar nýrri plötu í Eldborgarsal Hörpu þann 27. október. Tryggðu þér miða strax á tix.is og í miðasölu Hörpu. Potturinn stefnir í 7,9 milljarða. Eurojackpot, Evrópukeppnin í heppni, alla föstudaga. Haustið er komið og hvað kemur þá næst? Slepptu biðröðunum og bókaðu dekkjaskipti á n1.is. N1, alltaf til staðar. Við framleiðum forsteyptar umferðareyjar fyrir bæjarfélög. Við framleiðum lausnir. Íslands hús. Skemmtileg spil, falleg leikföng, hágjaða töskur og margt og mikið fleira. Fæst hjá okkur. Margt og mikið. Holtasmára 1. Lykil og kortafar í vinahópi Ólís og OB fá 15 króna afslátt á 5 OB-stöðum allan októbermánuð. Nánar á ob.is. Falleg og vönduð barnaföt á stráka og stelpur frá 0 til 12 ára. Pólarinn og Pírett, Kringlunni. Vélaborg, varahlutir í allar gerðir liftara. Vélaborg, vélaborg.is. Bless, kviðfita, hæ, strimla lagaða miðsvæði. Fitnessport, fyrir fólk eins og þig. Góðan daginn, kæri nágranni. Ertu búin að fá ávísununa frá okkur í pósti? Apótekarinn, lægra verð. Það sést hver í borða Walk-On. Þú veist hvað ég meina. Walk-On, Borgatúni 29 og Smáratorgi. Hollur og ferskur asísku matur. Ef þú ert að hlusta á þetta í bílnum, gætir átt helling af... Því þú tala og tala en segir ekki neitt, segir ekki neitt. Já, þú tala og tala en segir ekki neitt, segir ekki neitt. Það held ég þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og við drengirni þökkum ykkur kella fyrir það. Það er föstudagurinn 12. október og já, ég vona að séu bara allir í gír, við erum í gír og vonandi þið líka, kæru hlustendur. En drengir, já, hvað eru þið, sofnaðir eða? Nei, við erum klárir. Já, það er komin tími á nýjan dagskólið sem er nýjasta dagskóliðin okkar sem er ef þú mættir og það er hressandi liður sem hefur slegið gegnum allt land. Já, og ég veit að fólk sé að taka hann upp í alls konar veislum og það er allir að spila þetta. Ég veit það, þetta er alveg yndislegt. En ég ætla að byrja hér á fyrstu spurningu. Annað verið skrítið. Tilbúnir? Ef þið mættið gera dúett með hvaða tónlistarmanni sem er í heiminum, hvaða tónlistarmaður eru þið fyrir valinu? Sko, þarf hann að vera á lífi? Já, það þurfti að geta gerst. Annars getur hann ekki sungið. Góður punktur eiginlega, hann er ekki oft sem við pakkast enda svona saman. Alltaf fyrir mér. Hvernig átt hann að gera þetta döður? Við erum hvort þið er bara í ykkur fantasíu heimi þetta sko. Það sem poppaði fyrst upp í hausunum og sagði þetta var H.P. Baxter. H.P. Skúter. Hver er það? Söngur Skúter. Rauðminn góður. Heitir hann H.P. Baxter? Já. Þú mættir, hvað? Já, þú veist, ég held ekki að geggjað lag með Baxter. Þú mættir velja hvert sem er í heiminum eiginlega. Já, hvað? Þú mættir velja Skúter. Veistu hvað var í gaman að? Já, en þetta myndi ekkit vekja neina aðtík. Ég myndi hafa a hell of a time. Já, ok, ég get ekki. Ég get myndi gera lag með Skúter. Heitir hann Baxter? Ég veit ekki við hverju ég átt að búast á sem frá þér en Skúter, jú, þetta er gott svar. Sko, Kolbarinn þekkir hann og ég kannski að tjekka á hann. Já, okkur ekki. Lifi einu sinni. Já, menn að lifir einu sinni. Það er ekki líka að segja hann er að ofnbjörn afskölduðum. Ég get verið það. Já, en hvað, okkur ætti hann ekki að gera lag með þér? Það er ekki eins og sé hvað mikið að gera þetta. Hann er að billionaire og það brjála að gera hann, kannski út af því. Já, ok. Steindi, en þú? Sko, ég hugsa ég myndi fara í einhverja svona gamla rap-hetju, sko.
Eitthvað gamla, eða það, ég held að myndi segja bara, þú veist, Justin Timberlake eða Jay-Z eða eitthvað. Móðulega með skrítin svo, hvaða góðuðu rappeitur? DMX eða? Sko við bökkum ekki bökkur á ballu. Það er weird. Ég get ekki Celine Dion. Nei, en eitthvað stuðlag með einhverjum. En byrju, ég er ekki alveg að hugsa þetta sem eitthvað svona lag sem er kannski endilega vinsælt í útvarpinu, sko. Nei, skilja, ok. En þetta væri svona, ég held að það væri mjög gaman að hitta eitthvað svona gamla rapphetju, svona eins og DMX eða Method Man og eitthvað af þessum gæjum. Þú er flottur með DMX, held ég. Já, það er geggjað með DMX. X gon' give it to you. Tengja Moso inn í textan og þannig að þið mættu velja hvaða tónlistamann sem er í heiminum til að gera duett með, þá mættu velja Scooter og DMX. Þetta eru fallega svör. Þetta hljómar ræðilega. Sendu skilabóð DMX og ég senda Baxter. Málið það rugglegast að við þetta er að hann myndi rugglega svara því og gera það. Baxterinn? Nei, DMX. Nei, hvað heldur hann að hitta ykkur að fyllipitt á Íslandi? Ég held að sé á götunni, sko. Hvað er að frétta af DMX núna? Ég held að sé ekkert að frétta. Er hann ekki alltaf í fangils og eitthvað bara? Já, ég minn heldur að, þú veist, ef einhver gæði myndi ringja frá Íslandi, bjóðum ágætis fyrir að taka duett, það myndi fljúinga. Minn maður, Baxter, á meira cash en DMX. Tölvöld meira. Það kemur ekki dórt. Hvað er Baxterinn myndin á? $10 milljónir. $10 milljónir? DMX fyrir ekki, $10 milljónir. DMX? Nei, þetta hlutur bugsvöld. Já, það er alltaf svona það sem hefur verið estimate á hann. Ég held að það væri metin á bara, þú veist, nánast ekkert. En Baxterinn, $50 milljónir. $50 milljónir? Skúter? Já, rétt. Herði, hvað var það næsta? Ef þið mættið eiga Íslandsmet í hverju sem er, í hverju myndið vilja eiga Íslandsmet? Þetta Við náttúrulega við Sveppi og slatt af Íslandsmetum frá því 70 mínútum. Í hverju eins og hverju? Bara skrýða eftir gangi og íta serjó sem er nefi og það er hellingum maður. En hefur það áttu Íslandsmeti að íta serjó sem er nefi? Já, ég líka Íslandsmeti að drekka Pepsi á hvolfi Já, þetta einmitt. En skila þetta þeir eitthvað $1 í budduna? Nei, 0, já, þú fyrir náttúrulega beint í það hvað þú græðir á. Já, þú veist ef þú ert Íslandsmeti einhverju, þú verður frábært eða þú getur breytt $1 í 2, sko. Ég þegar einn félaga sem á mikið af Íslandsmetum Valgirðat Pepar Valið sport. Hann mikið Íslandsmet? Já, hann er hellinga Hann er líka $1 í einhverju vélsliðum og á hann $1, þetta grínast það. Nei, hvað er valið sportmáldreikur? Já, vægasagt. Hann er búin að vinsast og landsins í 20 ár. Ok, þannig að hann var ekki ríkur á Íslandsmetum? Jó, það var þessi geðan að vala sport, sko. Já, menn þú ert orðin Egill. Þú þarf ekki Íslandsmet. Fyrir mig, sko, hvaða Íslandsmet get ég verið með til þess að ég geti breytt $1 yfir 2. Það er ekki að tróða Sirius upp í nefið á mér, sko. Skilja mig ekki 1 krónu. Nei. En það var ég bara búið til sjómann, sko. Og endar á sjúkrahúsi bara með. Hvað geta það verið? Steindi, þetta er eitthvað hug. Er þetta erfið spurning, kannski? Nei, rosalega. Ég held að myndi bara segja 100 metra spretthlaup. Já, það veist, betur Íslandsmet og samt bara núna lélugur á heimsmælikar. Ég er með eitt innan sem getur svolítið skemmtilegt, sko. En á móti þá þyrfti ég kannski að vera í ok, má ég ekki alveg vera í líkamlegu formi? Jú, hvað er spá? Ég er að spá að því að ég var til að vera Íslandsmeistari í MMA. MMA, já, það er vel gert. Það var eitthvað gott. En þá ertu Íslandsmeistari, það er ekki Íslandsmet. Já, ég myndi vilja bæta Íslandsmet í að vera meistari, fljótur að klára andstæðing í MMA. Já, ok. En ég verði að vera Íslandsmeistari líka. Já, Egill, ég meina ef þú er tómur þá bara förum við í næstu. Já, höldum að, ég ætla að hugsa þetta lengur. Það var að síðasta, ef þið mættu breyta hverju sem er við ykkur, hverju myndu þið breyta? Ég myndi náttúrulega klála breyta með bakinu. Ég þarf að fá sterkara bak. Og líkamlega, andlega, hvað sem er bara? Já, þið ráði, sko. Ok, þú tókst bakið, Steindi. Og ég er að tala alveg alvöru bak. Ég myndi vilja breyta tímaskinniðinu og hrótaniðinu. Já, heyrðu, ok. Og paranóinu. Það er ímislegt sem ég er til að breyta það. Ég held að þetta væri bara líkamlegt. Nei, þið með velja. Ok, þá ætla ég að breyta. Vá, þetta verður erfitt. Það er annarkot hrótur. Þú hlýtur að taka hróturna, maður. Já, því að þú veist, maður vaknar svo þreyttur, maður nær aldrei djúpsvefni og maður er þessi mikil átök á nóttinni. Og talandi paranóju, hrótur og annað, þá er suðurameríski draumurinn í kvöld þriðið þáttur, eitthvað minna á hann. Þetta geggjaði þáttur í kvöld. Eitt svo bæsti. En þetta máli er að ég hugsa að ég verða að taka hróturnar. Mér langast þetta í gott bak. Við erum að tala um baki svo bara á hölk. Ég er bara að má vera grænt þessum, sko, bara risa bak sem er bara geggjað sterkt. Taktu það bara baki. Já, ég tek baki. Egill, en þú? Ég held ég veri, sko, annarkvort til í Harry-Greindarstölu eða þykkari tvíhöða. Ég veit ekki alveg hvort ég. Þú málega, nú ætla að lofa þér inni. Hvað? Þú vilt ekki Harry-Greindarstölu. Sko, ég er svo velta. Að skulle koma til greina Harry-Greindarstöla eða stærri tvíhöða. Ég er bara vandræði með tvíhöðan 20 ár, sko. Málega það er bara vesen að vera ofgáfaður.
Ég vil alls ekki vera oka bæta okkur 10 punktum. Hefur þið hitt hamingju saman séni í einhver staðar sem bara veit allt og getur allt? Nei, það er mjög lítið. Það er bara Er það ekki bara tvíðin? Hamingju samasta fólk Ég hallast það eitthvað. Hamingju samastu vinni mínir eru nautheimskir. Það er góður punktur og á þessum frábæra punkti ætlum við að ljúka hér ef þú mættir. Elsku vinir, þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 strákandi með ykkur nóg framöndan og já, auðvitað, ég er ekki sjálfur vissum hvað við erum að fara í akkurat núna. Það var pælinga að fara í myndir fyrir Cash sem já, þú segir þau, menn eitt sem ég ætla að spyrja samt undan af því að ég bara meðan ég mann það. Ég var spurður daginn að því að við fórum í keppnina þegar við vorum að semja inn á engamál fyrir hvern annan. Einmitt. Og ég var spurður hvernig ég myndi lýsa sjálfu mér inn á svona síðu. Sko, ef það væri síðan. Já, og ég væri svona að reyna í alvörunni að bara kynnast konu. En er það engamál? Erum við að tala bara engamál? Já. Þá þarf maður að vera svolítið mikið pervert held ég sko. Nei, þú veist, bara segjum og eftir að bara tala á kjartanu. Ég er ekki að segja að séu pervert, bara pervertarinn. Ég er að segja svona ef þú ert á Nei, ég er að tala bara út á alvöru bara dating síðu sem er mjög vinsalega erlendis sem er eitthvað liðið sem er hægt að fara út að skemmta sér og er vandrað með að kynnast fólki. Bara svona, veist, ekkert grín. Bara hvernig þú myndi lýsa þér og mér fannst það bara hálf skrítið þegar ég fór að hugsa þess að langaði mig svolítið að vita hvernig þið myndi lýsa ykkur. Ef við verðum að reyna bara. Þú ert ekki að tala eitthvað svona klúran texta bara hrækt að baki mér og kalla mig Kristínu. Nei, bara eitthvað svona alvöru. Bara venjulega texta. Já, það, ég skildi. Á bara einhver dating online dating síðu og þetta var, ég getum bara sagt eitthvað hvað spurði mig, það var hann Kös vinnur okkar Digital Curse og hann spurði mig, myndur þú segja að vera sköllóttur? Ég er ekki alltaf mynda manni á þessu dating síðu. Er það alltaf? Já, sko. Er það ekki bara þessum álfur dating síðu þá að mynda ok, ég fatt það ekki. Þá velur bara eitthvað huggulega myndaður og sést náttúrulega nefnum sem með húu. Þetta finnst mér fyrsta sem við þurftum að tækla. Ok, það er myndaðir inn á okkur svona venjulega date síðu. Hvort velur venjulega myndaðir svo að þú komir eins og þú ert á myndinni eða velur mynda svo lítur út þessu $1,000 velur alltaf $1,000 verður alltaf sæmileg mynd þú ert að ná athygli já, sæmileg mynd en hún má ekki vera of góð kannski ekki á blackjack borði mökkaður vil út að leita þar að maka þarna menn eins og ég á mynda mér hvað er til eitthvað mynda þér sem þú lítur það rosalega vel út að stelpanir fyrir vonbreiðin þegar þú myndir hitta sýndu mig þá mynd, því ég er ekki séðan og ég er oftast með þér málega það, ég vart að liti á sjálfa mig sem svona solid 8 á góðum því sem við höfum rætt hér ofta það er eitthvað svo delusional þannig að það er engri átt á góðum degi tökulur, bara fínasta sexa á góðum degi slefa ég upp í 8 ég á mynda sem ég er 9,7 það er ekki talandi við þú veist svo ruglaður ég er ekki að grínast og ég myndi aldrei posta þeirri mynd með þessu nei, guð hjálpi stelpunum sem myndi sjá þig ég myndi posta mynd sem ég væri 6,7 7,5 var mynd sem maður spyrja hvaða mynd þetta er það sem að þú lítur út eins og 9,7 hún er náttúrulega ekkert fyrir allra svo mynd nei, hvað? Hún er ekkert allra þú þarf bara að setjast og halda þig fast hún er rosaleg en er hún til á Instagram þessi myndið það? Nei, ég reyndar ekki postaði já, hendin inn myndaði þessi 9,7 kerði hann inn já, ekki myndaði þessi 9,7 það sem ég er að segja maður ásættalega myndir að segja það sem er aðeins myndalegri en vanalega ég held að þú ætlar í álöfurinn að skráði inn og ná árangri það langar í maga, singul það er ekki mikið á pubunum og þú kynnist ekki fólki þar hvað er þú kynnast fólki, hvað er þetta 10-11 svona síðu ok, þannig að ég heldur að vera completely honest og hvernig myndur þú lýsa þér eða? ekki of mikil trúður ætlaði að vera smákameri já, en hvað myndur þú segja bara viljið þið bara eins og ég segi Starbucks Stoney ég hugsa hvernig þú ná áranganinni þú veist þetta er mjög örð fyrir mig, ég verði að viðkynna það sko hvað myndur þú segja, ég er 1,84 ég er middle 1,83 1,84 sko já, vá, fyrir ekki það ná maður ekki að bæta menn bæta alltaf við 1,2 þeir eru strax stotnir í þetta við erum með geggja að mynda eitthvað bæta við á en samt það maður að vera completely honest sko já maður á bara að segja þú veist finnst gaman að ferðast og eitthvað svona kæft ég veit ekki, það segja það allir sko en okkur finnst það svo gaman að ferðast hvað myndur þú segja þér? En að segja bara gallana hérna ég byrjaði að vakna, sprauta ógeðslega það er allir með þarna glansmynda sér þú telur bara upp alla gallana hérna og komnir á blað herru, það er ekkert svo vitlaust já
Ertu að tala 8 Mile syndromi? Byrja bara að drita inn bara, heyrðu Ég meina þú ert að stand out þessu deytingsíðum, það eru miljón gæðar allir að tala hvað þessu frábærir og hvað segir ekki, ég er með ákveðna galla, þetta eru þeir Hvað ég segja, ég er 1,78 smá feitur og rít Þá er bara stefnum út í leið Það er bara döið fyrir mig Þá ertu búin að vita allir nákvæmlega hvað okkur er að ganga Já, þú erðið samt að lauminn smá og er að skemmtilegu Ég sköllóttur vel blöytur og spilafíkil Já, sko, hver ætti að hafa samband? Sköllóttur vel blöytur og spila Ef við ættum að vera alveg hreinskilin á svona síðu þá værum við allir í veseni Já, það er bara þannig Já, ég er að viðkynna Þetta, já, ok, ég ætla ekki að fara að draga þetta eitthvað úr ykkur Við erum líka búin að spjalla svo lengi þannig við fyrir bara í myndurum fyrir cash hér næst Ég heyri, ég er ekkert að fara að fá neitt úr ykkur Þannig, já, en þið hlustundur hvernig myndu þið lýsa ykkur? Þetta er erfiðar en þið haldið FM 95 Blö á FM 957 Í samstarfi við Keiluhöllina Egilshöll FM 95 Blöð með ykkur á þessum föstu degi Við verðum hér til 6 drengindir eins og alla aðra föstu dag og það er nóg framöndan Það er held ég mér komin tími á dagskrálið sem heitir Myndur fyrir Blöð Bara sem að tala á hann með engamál hérna prófílun okkar Ég fór að skoða, engamál er virk síða í Íslandi Já, mjög svo Það er fólk að nýta hana og ég fletti nokkrum gæjum upp Já, hvað er væri að segja? Já, hann með gæjan, hann byrjar að segja geri geggjað guacamole Hvað segir? Hann segir góðan daginn að neitt Fyrst sem hann segir geri geggjað guacamole Það er rosalega skrítin og síðan segir hann fyrir vaks og held mér í formi Ef þetta eru besta ef þetta er að besta hann getur sagt ef þetta eru helstu kostindir hans að hann gerir góða ídífu og vaksi sig, það er vesen Ég er bara að senda þessu gæða skilabá Hann er bara En býtir hann ekki bara brutally honest? Hvað ætlar þú að senda honum? Nei, bara út af því þetta er góð prófill á honum Síðan er annar en það Það var hrósunum fyrir hann Gekki eitthvað okkur máli Síðan er annar en það Ég allavega, ég get ekki sagt neitt svona Síðan var ég sko annar en það sem segir Ég er jarðbundin, skemmtilegur, hreinskilinn hlæja sjálfur mér, fjárhagslega sjálfstæður afar metnaðargjarn og finnst gaman að ég að ferðast Þetta er á svona Hann segir skemmtilegur Geturðu metið það sjálfur, ég er nokkuð Siggi frændi segir líka sér skemmtilega þegar ég sé kynsk Það verður ekki eitthvað annar að segja Jó, hann hefði kannski átt að orða þetta meina fólk meina þessi skemmtilegur En kannski er hann bara, veit að því hann sé mjög skemmtilegur Hann segir fjárhagslega sjálfstæður, hann er búin að koma það hann á kesk Já, það er ekkit villust hjá hann Lúmst hjá hann að það, vel gert Þú stökk á þetta Þetta er gaman að skoða þetta Fannst þér þetta lúmst? Já, hvernig hann komið sæð, fjárhagslega sjálfstæður Þá veitum við alltaf hvernig menn er að lýsa sér þetta Maður getur lært þessu En það er hins vegar komið að myndur fyrir cash og það er Steinþór Hróar Steinþórsson sem sér þann dagskrálið í dag Það er hárrétt hjá þér Auðun Blöndal og ég er með 3 spurningar Þú veist af hverju þú færði það í dag? Af hverju? Af því þú ert búin að vera að standa þig vel síðustu 2 skiptið Þú ert hættur að vera með svona astnalegur upphæðir Það er hárrétt hjá Takk fyrir það Það verður að hrósa í þessu lífi Búin að bæta þig En ég er með 3 spurningar og viljum við spila ykkur trailer? Nei, það er allir konum með leiðan Kannski við fyrir að gera nýja trailera, hvernig væri það? Já, þá kannski spilum Það væri geggjað En ok, fyrsta spurning í myndiði fyrir cash og hún hljómar svona og hún er reyndar dálítið tengt þessari umræðu sem við vorum að tala og þessum engamálsprófælumeil sem varst að lesa upp mynduði vera á lausu alla ævi fyrir 300.000 kall á mánuði sem eftir er 300.000 kall á mánuði Steindi, þú ert komin í gamla pakkan maður var að hrósa þér Þú fær auka 300 skatt Já, og mátt aldrei eignast konu Hvað er eitthvað ruglað? Hver einustu mánaðamót Þetta er svo ógæðslega lélegt Viltu telja hvað þetta er hendur sinni í vasarinni og reikna þetta er 5, 7, 6 Þú ert ekki að fýblast á eitthvað aðeins Það er mikið að mönnum hann úti sem eru búin að ákveða það ég ætla bara að vera lausu alltaf það er til menn sem vilja bara ekki maka fyrir þá eða geggja dýl en ekki frá okkur myndur þú vilja vera að lausa sem eftir fyrir 300 skall á mánuði ég verði að segja þetta er ekki heilla mig í augnablikinu en þetta eru hvað er þetta 4 kúlur á ári eitthvað með eitthvað þetta væri ef þú myndir spyrja að þú fengir 15 miljónur á mánuði sem eftir er þá myndir maður kannski fara að skoða 15 miljónur á mánuði þú ert brjála nei þá myndir ég kannski fara að hugsa þetta 15 miljónur á mánuði já ég má aldrei eignast konu þú getur ekki svona eitt þessu peningum þetta er svo mikið peningum sem voru að fá mánuði nei herru það eru fótboltamenn sem aðfara á hausin og þeir voru með miklu meiri pening ég skil ekki hvernig það er hægt bara kaupi stærra hús ég ætla að hækka þetta aðeins 2 miljónir aukala á mánuði ónlaun sem eftir er fyrir að vera á lausu allæfi sko en ef þú ætlar að vera í þessum pakka þá þarftu stund að samlíf með mörgum
partnerum það sem að gerast, já það sem mun gerast síðan myndu kannski eignast krakka með 2 eða 3 sem ég marga félag sem er 3 börn með 3 konum, það er bara mjög algengt og þú veist, þú átt að rótira grislingunum, skilurðu og það er 100 skall strax farin í meðlug þannig að þetta er bara 200 sittur eftir. Nei, hann breytti sér 2 miljónir og þetta er létt nei hjá mér. Breytti sér 2 kúlur. Ég meina, þótt þú tapir 100 skall mánuði í meðlög og þau eru að fara í kólaportið og vera að reykja vindla baku við haldið þið bara allir einstæði feður sem bara með vindil í kólaportinu. Það er eitthvað aðeins. Nei, þessi típiski helgapatti hann alltaf með flegin inn á sér fyrir kólaportið, fyrir 3 bíó er ennþá 86 fyrir það. Það eru breyti tíma, sko. Ég að fokkast. En ok, 2 kúlur á mánuði, já eða nei? Nei. Sem eftir er? Mjög létt nei. Létt nei, ég að hugsa. Nei, þú lest mann allan að hugsa og þetta meira en 1 sekúndu með að setja 2 miljónir. Smá skita segja 300, 15 miljónir. En hérna, því miður, Stenþór, ég held að getur ekkert verðilegt þetta, því miður. Það er þannig? Ég held ekki. Ok, það er nei á báðum. Myndu við gefa ókunnugu manni hristingi undirgöngum fyrir 6 miljónir? Er þetta breytast í eigin? Nei, þetta er bara Mér finnst þetta mjög sangið spurning. Þetta er mjög sangið spurning Málega, þetta væri að nóttu til þið mættu verið í Hvað flokkar þú þetta sem eigin? Undirgangarhristingur? Já, þú veit, maður fer í undirgangin. Þið mættu verið í hettupeysu Já, það sér okkur enginn. Nei, þetta er meðnóttu undirgang með hettupeysu og svo mættu má vera í vettlingum. Nei, berhendur Strax aðeins minna aðalandi þar. Kemst einhver að þessu? Nei, aldrei neitt. Þetta er eitthvað sem bara Jú, það myndi ég gera þetta. Þetta er eitthvað sem þú tekur algjörlega í gröfina. Ég skammast mér fyrir að segja þetta í gerðin. Ég hugsa myndi gera það. Þú myndir svo fer maður bara heim Þetta er hræðilegt. Hvað, er þetta ykkur útigangsmaður sem liggur hann bara í undirgangum? Nei, er þetta ekki bara eitthvað venjuleg maður í göngum? Jú, þú tekir það frá útigangsmann í ykkur undirgangum. Þetta er bara venjuleg maður. Þetta er eitthvað liggjandi útigangsmann Þetta er vissulega náttúrulega Hvað er ég bara að mæta ykkur gæði jakkafötum og sælurur? Já, þetta er náttúrulega smá frík hann að hitta einn ókunna mann sem er að fara að gera þetta fyrir sig. Og hvernig stingi upp á þessu? Hvernig kem ég Hann er bara komin í aðstæðuna. Já, þú fegst bara SMS, nafnlaust undirgangin, ok. Við vitum ekki hvernig þetta axlaðist. Þetta er samtaleg, sko. Þetta er 6 miljónir. En Blue, hefur þú prófað, hefur þú hreist ykkur annan en þig? Hvað er þetta eitthvað rugglaður? Nei, ég er bara að spurja. Þú hefur ekki ræðið málið félagarnir? Já, bara, jú, við erum að ræða málið, en þetta er ekkert eitthvað svona ræður ekkert málið. Ég myndi Þetta hefur við ekki að prófa þessa villisum. Já, ég myndi bara, já, 2-3 fyrir norðan. Þetta er vesen Þetta er eitthvað fyrir óþægilegt út að við erum ekkert verið í þessum pakka félagarnir, sko. Já, auðvitað, þess vegna að vera að bjóða okkur 6 miljónir. Já, og ég minna, þú veist, ert náttúrulega gagginniður fyrir. Ekki það, kannski það hjálpi, þetta er náttúrulega mjög skrýtnar aðstæður. Ég held að þetta sé alveg jafn erfitt fyrir samkynnaða mann að taka þessu díl. Sko, fyrir 6 miljónir fyrir 5-15 mínútur vinnu finnst mér vera góður díl. Þetta er samt, finnst mér að mér finnst það samt vera svolítið nýskur. Þú veist, ekki undirgöngum hann að ekki að það skiptir öllu, en það væri náttúrulega pluss en það væri örlítið huggulegur sem maður. Við veist ekkert hvað það lítur út. Auðvitað skiptir það mikið öllu máli. Veist náttúrulega ekkert hvað hann er. Herra, það er að svara. Ég er búinn að svara. Og ég döðsi eftir svarinu mínu, þannig að kottu mig á það, nei. Hann getur verið í 20 mínútur þá. Ég er spáð að segja nei. Þú þarf að segja nei á þetta? Já, ég er líka. Þú varst búinn að segja já. Þú getur ekki tekið þetta. Ef það er millibætt upp í svona ég veit það ekki, 15-20. Það skiptir skilmar máli. Það er maður ekki harka þetta þá. Nei. Þannig að það er 1 já og 1 nei. Það maður strax í tempóið eða þetta bara Herðu, bara í næstu spurningu. Þú ert ekki að fara í undirgöngi. Ég bara velta mig hvernig ég var að leysa þetta. Mennur þú plís að koma í síðustu? Já, ég guðna bara ekki hugsa meira um þetta. Ég er alltaf ekki uppátt. Það er 3. spurning. Myndu þið vilja sko þið verður aðeins að bear with me hérna. Þetta er skrítin spurning en hún mun make a sense. Shit, að þú segir hún sem skrítin. Myndu þið vilja vera með svínanef og kanínu eyru? Það er mjög einkennilegt lúk. Og þetta er ekki eitthvað svona cartoon í Snapchat filters lúk. Við erum að tala um svona, þú veist hvernig alvöru svínanef er. Það er bara bleikt og hrátt og svona ör á því og það lekur hór úr því. Þetta er ógslegt, sko. Þetta er ekki með mennsnef. Ég er með svínanef. Tekið af svíni á mig. Já, og það er samt svolítið svona kannski út í svona mennst svínanef.
og kanínueyru, svona mennsk kanínueyru. Finnst þið líklegt að sama hvað upp og segir að segjum já? Það var vitlaust ennust. Þið væri með það fríki lúk, þið væri bara, þú er eiginlega svolítið það ógistlegur að fólk myndir rauninni bara æla þegar að sé þig. Jó, þú er svona, þú þurftir að vesla nóttinni, þú er nætufík. Ok, og hvað? Hver er upphæðin? 300 skall á mánuði? Nei, upphæðin er nefnilega, þetta er alveg upphæð. Þetta er alveg upphæð. Þetta er sama upphæð og Bjöggi Tós, minn eitt besti vinur, er meðin á reikningu sér. Þetta eru yfir 2000 miljardar. Það er ekki vinur en það er ekki neitt. 2,5 B. Þetta eru yfir 2000 miljardar. Já, það er með svínanef og kanninir. En nú að þið ætlar að njóta góða lífsins, þá er gott að fara og góða veitingastaf og panta sér eitthvað að borða og njóta góða lífsins. Hvað það gera það með kaninir og svínsnef? Það er mjög líklegt að það bara valla hægt og að ímynda að það er hljóð í þessu. Þetta er þín heimskasta spurning með þessum orðum kveðju við og Steindi, þú ert komin að hála nýskort og var að stjórna mig fyrir kjærsendur. Ég fyrir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Það er Steindi, Ötti, Egill, mannaði bátur og við erum í hættulega góðum gíslafar. Það er föstar í okkur. Það er púki, það er djöfisins púki, það verður bara viðkennast. Púkin hefur nú samt minkað með aldrinum þegar það er föstu dagur, maður verður að viðkenna. Já, það er samt svona, það er útvarspúki. Já, ég viðkenna. Útvarspúki. Líka ég var í fríi síðustu vikum, mér er svo gaman að vera þetta með ykkur, þannig að ég er í hættulegum. Það væri nú skrítið að þú væri að koma heim frá Oktoberfest með púka í blóðinu. Það er fólkslagur. Það er komið að strákar samkvæmt mínum útreikningum spurningakeppni Vöðvingjans og ég er skítrættu við þetta. King of Darkness. Þetta er ekki neikvætt. Nei, þetta er neikvægt titill. Titillin virkar neikvætt. Ég er basically að spyrja hver höndlar myrkrið betur út af við erum í Íslandi og það er svona myrkurinn. Ég ætla að gefa sens. Það er íslenskar þetta er konungur myrkusins. Þetta er sko Stefán Máni myndi ekki skýra bókina sína þetta er bara, þetta er rosalega hardcore titill. Þetta er góð titill á bók. Ég ætla núna að senna mig þannig eins og þú hafi aldrei verið með spurningikeppni áður og bara ég ætla að láta eins og ég sé bara spenntur og hlakki til að heyra. Er það ekki? Jó, ég ætla að meiri. Ok, þá byrja keppnin. Frábært. Spurningarna hefjast núna. Hvort finnst þér skemmtilegra að labba út á mótnana þegar það er dimmt eða sól? Fimmara? Það er eins og 5 ára krakki það er hrifnari af sólinu. Ég hugsi takk í sóluna þar. Fær maður það ekki punkt? Nei. Fær maður ekki punkt þar? Nei, ég veist að þú þittir að það ég held að labba út í myrkrið. Sveppið eitthvað sem valið til svo myrkrið til dæmis. Það hafa svona gaman að Engi punktur. Reyndar aðeins annað til að stoppa það neil. Ég er samt rosalega hlindur myrkri á kvöldin sko. Ég vil á sumarið eins og ef ég mætti ráða sumrinu þá myndi ég vilja hafa myrkur eftir allavega 10 eða 11. Ég get alveg tekið það. En á mótnara nei takk. Ertu hræddur í myrkri? Myrkbælinn? Nei, en þú veist að þegar við erum út að lappa úti og dimmt út í göngustíu við erum opnir hérna. Ég hef komið út úr bara bíóhúsi bara nýbúin á okkur svona óþægilegri hrollleikju og ég er ekki hræddur í myrkrinu en ég er samt svona svolítið svona. Þú var þig það er bara punktur á mig. Nei, ég kíki aftur í og einu sinni baksinnspeilin. Það sé ykkur aftur í bíla. Já, en ég passa maður að kíkja ekki oft í hann ég nenni ekki að lendi að sjá eitthvað ímynda með það. Þannig að ég hef svona, myrkri hefur haft áhrif á mig en ég er ekki hræddur það kannski. Ég veit það ekki. Nei, þetta er bara þú bara færð ekki blöð fekk búnd en ekki þú. Takk. Betur en ég er hræddur í myrkri. Já, út af því að þetta er King of the Darkness. Hefur þú ekki áfengi og farið í blackout eða svartnætti? Já, ég hef gert það, ég lent tvisar í Guilty. Bara farið í algjörð blackout. Ég vaknaði bara að bera ofan í hermannabuxum einu sokk og bara mamma, hvernig kom ég heim sko. Það var ég ungur og Varst úlingur það? Já. Ég er segur hérna líka. Hefur þú notið ásta utandyra að næturlagi? Já, ekki tjaldi þá. Nei, þetta er svona það er dimmt úti og úti. Þetta getur verið niður í bæ bara, þú veist, fyrir utan biffan bara einhverju skotið þar eða þetta getur verið í Þórsmörk út eftir tríð. Nei, ég held ekki. Því miður. Aldrei? Nei. Þannig að ég er ekki King of Sex Darkness. Hvort var dagur eða nótt þegar þú skelltir í The Sexy Sea Club?
Eða samlíf á sjó. En betur, ég ekkert í honum. Víst út í honum. Já, ég í honum. Þú gleyma það, fórst að baka og sjó. Það heimskur það. En betur, hvernig get ég fengið punkt þarna? Ég ekki í það sexy C-club. En þú varst náttúrulega snekkjunu sinni, eða fórst þú sundar ekki samlíf það. Nei, ég nefnilega í, já, akkur glemti þessu. Ég er verið að fyrir mér, var dagur eða nótt? Það var nótt. Punktur á stóni. Og það var ekki bara nótt, það var brjála veður, það var óveður. Punktur á stóni, ég gæti ekki fengið punkt. Brjála veður, hvað varstu bara perfect storm að gera það? Nei, það var sko brjála veður, er það eitthvað aukast eða? Já, það er sturla veður, sko, það var bara hættulega sturla veður, já, hrættur. Glætan og þú að vera á sjó í einhverju sturluðu veðrið að gera það. Sturluðu veður, ég er ekkert að stríða. Á hvaða bát varstu? Ég er að meina, ég er mjög svona litlum bát, sko. Bara einhvern tveggja manna bát, þú og ég einhvern stormi að gera það. Það var helviti góð. Ekki tveggja manna bát, en þetta var fárlega, þetta var pínlítill bátur. Ég segi þetta bara eftir off-air, ég get ekki að tala meir þetta. Við leynum einhverjum. Hefur verið að horfa á hryllingsmynd með gellu og þið að vera jafla á snakki en verið svo jaflaður. Hvað er þetta King of Dark? Það er hryllingsmynd oft. Þetta er bara nei, snögt nei. Segðu bara nei Stefán og þarf ekki að fara út í henni. Ég ætla ekki út í þetta. En eitthvað svona date og horfa hryllingsmynd. Ég ætla að segja þetta. Reyndar ennum Steindi líklegur að fá punkt þarna. En málið það. Alltaf jafnandar snakki. Þetta punktu Steindi það. Já, það helst ekki til hendu að vera alltaf. En málið það stráðar. Við getum ekki verið með svona spurningar. Við verðum bara. Segðu bara nei. Já, bara nei. Næsta. Þetta er hrikaleg spurning. Svo hlæra hann alltaf þessu sjálfur. Já, þetta er bara svo góð spurning. Nei, þetta er bara, þú ert bara á deiti og gengur vel. Hefur þú hort á 50 Shades of Grey, einn heimahöður? Nei, ég er ekki eins og ég sé þessa mynd. Hvað fæði með punktur í það? Já, það er eitthvað King of Darkness? Nei, það væri ákveðið svona svartnætti yfir því að horfa á það ógeðslega mynd einn. Var þetta ekki hundlegri mynd? Nei, ég var eiginlega, hún var ekki góð, hún var vonbreiði sko, ég fór hann í bíó með 4 stelpum. Já, tengda með minni ekki? Nei, hvernig var það? Nei, ég held ekki, hvað það? Veit ekki, ég var einn með 4 konum og... Það var ekki smá svartnætti yfir því líka? Jó, það hafi látið gabba í þá bíóferð, er ótrúlegt. Hefur verið á snekju yfir nótt? Já. Það er ótrúlegt og það flesti leiðir sér snekju klukkutíma yfir hábært dag. Já. Blöðu verið á snekju yfir heila nótt. Það var ekki ég sem leiði það með. Þetta er grínast það. Það vissir það alveg út svo vill. Það er ótrúlegt. Ég held kannski að vera á þessar snekju kannski bara svona yfir daginn. Nei, ég hef aldrei verið á snekju með þér. Þetta er ekki lítið nóg vel, þú veist, en þú dettur stundum í myrkri og verður mjög reiður þegar gengur illa hjá þér í kasinu. Ég var það King of Darkness. Ég hef tekið það myrkur á mig, já. Stendur, þú reyður og gengur illa í sko, þú veist, ég hef alveg farið í svona eitthvað berri í borðið Nei, nefnilega ekki, sko, en ég hef séu auðvitað að ráðast á hraðbanka, sko, þannig að ég hef ekki bara í borð. Casinoblöð er minn uppbólsblöð. Það er alveg komið fram hérna. Já, hann er reyður þar. Ég held að þurfum ekki að klára að keppna, er hann ekki orðin konur? Já, þetta er eiginlega því með, sko, ég ætlaði að vera með hann að þetta hefur hristi myrkri. Já, herðu, við ætlum að kveðja hér. Ég er King of Darkness, við þökkum Agli Kjalla fyrir þessa yndislu spurningu. Kemur ekki á óvart. En Steindi það þetta fengið póntan í lokin, það er nokkuð ljóst. Hello, I'm pulling up right at 8. Ring, ring. Are you there? Hello. Are you there? You there? You there? Ring, ring. Are you there? Hello. Are you there? You there? You there? Ring, ring. Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Happy hour alla daga og lifandi tónlist öll kvöld. Hvað viltu meira? Sjáumst á dönsku kránni. Den danske kró. Slepptu biðröðunum og pantaðu tíma fyrir dekkjaskiptin á n1.is. N1 alltaf til staðar. Náttúrulegar lausnir. Jurtapotek, Skipholtið 33. Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar. Hvernig hljómar kvöldmatur fyrir 499 krónur? Bátur mánaðarins snýr aftur á Subway. Hæ, þetta er Sara í Unique. Við erum búin að opna glæsilegt outlet í firðinum Hafnarfirði á annarri hæð. Engin vara kostar meira en 5.000 krónur. Komið og gerið frábær kaup. Unique outlet í firðinum Hafnarfirði.
1362 að fatta að maður aldrei einn. Allt sem frábært hefur hlotið einróma lof gaggrínenda. Sýnt í Borgarleikhúsinu. Gítarar. Tónarstuðinn, skeiðbolti. Það sést hver í borða Walk-On. Þú veist hvað ég meina. Walk-On, Borgatúni 29 og Smáratorgi. Hollur og ferskur asísku matur. Garðs Apótek, einkareiki apótek yfir 60 ár. Garðs Apótek í leiðinni og land allt. FM 95 blöð með ykkur hér í boði Keilu hallarinnar og já, ég held að sé að þetta verið Keilu alla helgina. Það líka sjálfsögðu happy hour hjá þeim og Simmi keyrir rútuna niður í bæ. Þannig að ef þið eru ekki búin að plana helgina, hendi ykkur í Keilu. Maður endur að panta með smá fyrirver alltaf núna. Já, þú getur ekki lappa lengur að inn og ætla bara að fara að taka Keilu. Það er hleyja þér. Nóg að gera. En það okkar maður kallaður Money Sim þess að hann fættist ekki með bestu spilin. Hann náða að nota þau helviti vel. Við sjátt á King Sima Will hérna í FNÍ. Hann er langbest. Veit hann að hlusta. Það komið að dagskrárlið sem er hinn virtasti og já, eini dagskrárliðin sem hefur verið frá upphæfi og hann heitir Sturlaðar staðreyndir. Og ertu með einn hrossaskítur? Já, það er einn sem er lygi og nú spyr ég ykkur drengir, nei, ég ætla ekki að spyrja ykkur, þið bara giska svo hvað af þessu er hrossaskítur, en ég ætla að segja ykkur hér nokkrar Sturlaðar staðreyndir. Fyrsta, það tekur 5 parta af heilanum í þér að fatta og hlæja að brandara. Þessum eru stundum sem að fólk fattar ekki brandara 5 parta. Já, mér finnst þetta svolítið interesting. Þannig að það bara kveiknar á 4 og þessi 50 hann bara gefur sig á fólki. Það bara hann nærði ekki brandara. Hafið þið einhvern tímann verið með fólki og það sagður eitthvað geggjaða brandara en þið fattið hann ekki? Það er ekkert verra. Ég held ekki svona 100 sinni. Það er ekkert verra að þurfa að útskýra þér. Ég hlæ bara með Sér vonaði bara ég ekki spurður undur hann. Nei, já, bara fer ég. Akkur þetta hlæja. Hvað fannst þið fyndnast við þetta? Það er ekkert verra en að segja brandara og þau eru útskýrað. Það er hræðilegt. Það er aldrei hlegið eftir útskýran sko. Nei, það bara hlæðir fólk bara strax eða ekki. Já, bara döitt. Þetta hérna er ótrúlegt og ég eiginlega trúi þess ekki og ég get sagt ykkur það strax, þetta er ekki hrossaskíturinn. Það eru fleiri stjörnur í geimnum en öll orð sem að mannfólkið hefur sagt frá upphafi. Það er ótrúlegt. Þannig að allir á jörðinni tala alla ævi. Já, bara frá að fólk byrja að tala. Það eru samt fleiri stjörnur í geimnum. Já. Og hvernig getur þá fólk verið að halda fram að sé ekki til geimur? Það meikar ekki sens. Nei, þú veist að ég Eru það á geimuruvagninum eða? Já, ég er á hvernig geimuruvagninum. meikar annars sens? Við hlustum bara gott að segja. Akkur ánskot maður bara að vera fólk hér. Ég hef alltaf verið á geimuruvagninum. Nókar heita geimur. Já, hvernig alltaf séu? Það svipar við. Það getur vel verið mér. Ég hefði bara haldið að þú væri geimur. Það getur eitthvað verið meðal okkar. Ég held að geimuru sé ekkert endilega eins og það er bara sýnt í teiknimyndum og í svona sci-fi myndum sko. Herru, þá er það næsta. Karlkyns strútar feika 90% fullnæðinga sinna. Hvað er þá ekkert mikið fyrir þetta vesenu? Já, eða bara nefnir ekki að klára eða eitthvað, ég veit það ekki. Ég hef aldrei spjallað við þetta. Feika fullnæðingu eða? Nei. Það er ekki frekar trikki samt svona að meio. Ég á félaga þessum við ekki. Það er flóknara fyrir okkur en dömunar sko, er það ekki? Já, ég hef heyrt þetta sko. Það var eitt félagin sem var búin að fá sér aðeins svo mikið í tanna og var bara orðin þreyttur á sig, þannig að bara þóttist, þú veist bara. Og þetta heyr í sér eða? Ég veit, já, örugglega. Hvernig hann að feika annars? Hvernig voru hljóðum? Ég var ekki viðstættur sko. En ef þú ert með markmann á þér, þá veit hún ekkert hvort það sé eitthvað í honum eða ekki sko. Já, damn good point, þú ert með markmann. En málega það strákar, ég sko, en mér finnst það svo skrítið. Hann var ekki frekar að segja bara, ég veit ekki alveg hvað en ég er bara, þetta er gangkjönda. Það er bara ekki allir eins og þú, sem vilja bara, þú veist. Eða bara, ég er bara að drekka sinni í hádeginu með strákonum og ég basically bara með allt lóðrétt niður með það og ég er vesinni bara með að ná tippin á mér upp. Já, ég meina, við ekki bara endur skutt á morgun. Við erum ekkert að tala um það, við erum að tala um að það fór alveg upp og það byrjaði. En Karlkyns strútar, þeir feika 90% öllum sínu fullnæðingu. Skrýtnir fuglar. Höfrungar eignast bestu vini og hjálpa vinið sínum með kvenkyns höfrunga. Svona báðið svona wingman. Já. Eða wing dolphin. Þessi gæti verið hrossaskítur sko. Þetta eru rosalega gáða kveikindi. Já, reyndar. Mér finnst það líka, bara eitthvað svo skemmtilegt að lesa þetta.
að höfrungar eignist bestu vini og þú finnast kannski aðrir höfrungar leiðilegir og eitthvað svona, mér þetta er bara svo mannfólki. Við erum líka einfaldir. Þeir eru mjög gáðir. Já, við erum mjög gáðir. Það er svona meikar þetta sens. Það er bara hannig. Svo hér, Egill, ég tók þessa fyrir þig. Ef þú byrjar að setja $2 eða 230 krónur inn á reikning alla daga, ertu orðin millionaire, sem þá átti yfir 130 milljónir þegar þú verið 65 ára. Þannig að það var einhver sem að bara 230 krónur á hverjum degi, þannig að þú 65 ára, þú byrjar tvítur og það er 7 skall á mánuði. Já, ef þú setur 7 skall á mánuði, það kannski verið betra fyrir mig að reikna þetta og segja það svona. Ef þú setur 7 skall á mánuði frá þú 20 ára, þá átti 130 milljónir þegar þú 65 ára. Já, ef verið að gera ráðvekis við eitthvað svona 60-10% ávöxtun yfir árið. Nei, þetta er án ávöxt. Það er svoleiðis? Já. Ég fann að leggja fyrir núna. Já, það er eitthvað tvítur að hlusta, það reyndu þetta. 7 skall á mánuði. En hvað seint fyrir okkur félag, mikið lengur tvítur, sko? Nei, langt í frá. Hvað ætlar að fara að gera við þetta svona gamall? Hvað? 65 ára, finnst þú gammal? Pappi minn er núna bara út á Flórida. Ég held að þín bestu ár séu hana kringu 60. Þá er fyrst lífið að byrja. Ég held þú sagði að það hefði sagt 95. Nei, 65, þú verður ekkert að gera með þetta 95. Þegar við erum komin í 62 og vilja við séum 11 mánuði af 12 erlendis, sitjandi á bakkanum, gerandi ekki raskat. Ég er til. Það er ekki bara hljómað ekki heldur vel. Eða reyðir okkur blackjackborðið. Ég hefði viljað heyra þetta tvítur, að ég hefði gert það. Já, nú er kannski eitthvað tvítur að hlusta og ætti bara að leggja frá 7 skall á hverju mánuði. Það veit enginn hver skýrði jörðina. Sturlu staðrind. Já. Það er reyndar þetta geggjaða punktur og blöð. The Earth. Já, okkur heitir það jörðin. Já, það meistari bjóð það. Það veit enginn hver skýrði hana. Nei, heldur gott nafn. Mér finnst það passa vel við jörðina. Þetta er einhvern veginn svona skýrði, hún er hnöttur og... Já, þetta er fallið nafn. Já, þetta er mjög flott nafn. Og leiðir þetta líka að geta enginn tekinn kredit það? Nei. En betur, var eitthvað horsemanure það í dag? Já, það er ein eftir. En já, svo var ein horsemanure. Maður í Bandaríkjunum sviðsetti rán á sjálfum sér til að geta djamma með vini sínum án þess að fá leyfi á konu sinni. Lögreglan sekta hann og hann satt inni og konan skildi við hann. Þetta er eitthvað sem ætti bara að gera bíómyndir. 100% rétt. Já, bara aðeins sko. Þessi gæi sviðsetti rán bara. Og langaði að djamma? Já, með fjölunum í 2 daga. Já. Hvað sagði hann ekki bara að ég er bara að djamma? Það var greinlega eitthvað sem var bara ekkert í boði að segja frá því. Hann var komin á það hálan ís heima á sér. Hann þurfti að sviðsetta rán. Hann gæti ekki... Hafið þið verið konir á það hálan ís heima okkur þegar við logið til að komast á skralli? Þá er ég að tala svona að þeir eru voru aðeins yngri. Nei. Ekki. Ég meina hvernig ætti maður hvort er að fara að því? Þú veist. Ég er bara að ljúga sér ammali. Já, herri ég. Til dæmis bara að ég fari ammali hann. Svona saklaus. Svona hvítlí. Ekki alveg ekki svona. Ekki að sviðsetta rán kannski. Nei, maður er kannski meira svona íkt svolítið svona, þú veist, það er allir einhvern veginn að fara og þetta er víst óa stemning, það pressa á mig líka. Maður er oft tekið það sko. Og svo eru við bara 2 félagarnir. Já. Herðu, það var eitthvað þessu hrossaskýtur. Það getur eldsnögt. Já, það tekur 5 part af heilan með að fatta brandara. Það eru fleiri stjörnur í geimnum heldur en orð hafa verið sagði frá upp og Karlkinn strútar feika 90% fullnæðinga. Höfnungar eignast bestu vinu og verða wingmans. Ef þú byrjar að setja $2 hérna inn á reikning þá eru $8 milljón og það veit enginn hvað skýrði jörðina og svo maður í Bandaríkjunum sem sviðsetti rán. Ég veist það, málið það. Nú spyr ég ykkur hlustundur, hvað af þessu keftaði? Þetta er erfitt í dag. Mér finnst bara svo skrýta að einhver hafi rannsakað það með stúdana. Hver er að fylgjast með þessu og ég meina, eru þeir að hvernig vita er þetta? Horfa þeir á strútakynli, fara þeir svo að taka eitthvað síni og aðtöða hvort að þeir eru ekki með markmann sko. Poppaði líka upp hjá mér svona fyrsta sem strúturinn sko. Ætlar þú að segja strúturinn? Ég verð að segja strúturinn. Ég hefði sagt að þú ekki sagt strúturinn og ég sagt strúturinn, ég ætla að taka séns, segja orðin og stjörnunur. Já, það var strúturinn. Var þetta svona létt í dag? Lítið svesen maður. Ég held að var í góð. Auðun Blöndal heiti ég og ég beint á móti mér sitja Steinþór Róa Steinþórsson og Egill Einarsson. Það er föstudagur, það er að koma föstudagskvöld og ég vil líta dagi verða að minna á suður-ameríska drauminn sem er á sínum stað í kvöld 3. þáttur og án þess að íkja þá held ég þetta sé besti þátturinn hinga til. Hann endilega tjekkið á honum. Já, og má ég segja hvert við förum? Bólivíu? Já, það má. Já, við förum til Bólivíu og Öddi, nú er ég ekki greinst í þér. Af öllum þessum löndum sem maður hefur farið til í svona seríum og svoleiðis. Þetta var erfiðasta landi. Þetta er eina landi sem maður væri líka bara helst ekki til að fara aftur, þú veist, ég myndi ekki. Ég heldur sérst að dæma þar of mikið Bólivíu, við myndum aldrei fara aftur til Las Paz. Nei. Af því að hún er í 4000 metra hæð og það er ekki hægt andar. Nú ætla ég bara að segja það að hreinskilin, ég myndi ekki vilja fara aftur. Þetta var rosalegt land maður. Þið sjáum betur frá því landi í kvöld í Suður-Ameríska. En Egill, það komið að þér, þú ert með
hvort myndur Já, frekar það er komið að því Yes Bullandi, pressa á þér Ok En þú getur samt hugað það getur ekki orðið verra heldur en myndur fyrir Nei, cash ekki fræðilunum Það er sem Var þetta ekki gott á það? Nei, þetta var lélegt Svínanef og kaninu Já, ég er með 4 og ég svona veltaði með hvað 3 ár ég á að taka En byrjum þetta bara Já, velta bara 3 bestu Hvort myndur frekar vilja reynsa bankareiningin niður í 0 krónur og missa allt sem þú átt í húsinu Þú missir ekki húsið þitt en bara eignar hlutin í húsinu er horfin ef íbúðinni er metin á 60 miljónir þá er bara lánið í 60 miljónum og bara metin á 0 krónur staðan er akkur núna hvað er hitt? Eða tína öllum ljósmyndum og vídeoklippur sem þú teki yfir æfina Þetta er léttasta sem ég allar minningarna hennar eru farnar bara, já, burt með myndirnar Hvað er þið alltaf heima okkur að skoða myndir? Þetta er bara allt farið Ég á alltaf bara myndir Já, myndir að dóttir minni bara í fanginu ég er endur ekki þar Þegar sko, 10 sekundum eftir hún er búin að fæða sko. Ok, hvort heldur að sé betra fyrir dóttiðin að hún bara búi í íbúð sem að þið eru búin að borga inn á eða sjá mynda sér í faðminu á mömmu sinni Sko Steindi að tekur Steindi nokkra mánuð að borga sér íbúinu sko. Það er ekkert þess Þessi var helviti góður En maður er búin að vera harka í mjög mörg ár að reyna að safna pening og svona missa það allt Minningar eða kass Þetta væri erfiðar að hefur spurt mig hvort myndur við vilja missa allt kassið eða allar minningarna þinnar Já, ok, þetta er bara ljósmyndir og vídeoklippur Mér finnst allt í lagi að ég er ekkert að skoða myndir sko. Nei, það er ágætis punktur Það er stundu gaman að fara í síman og rúla kannski gamla New York ferð á félónum og það maður ofta að hlæja Ég er rosa duglegur að taka myndir og ég er með þess að koma með það mikla svona ljósmyndadætla og ég er að spája að fá mér alveg vel sko. Er ég sá ruglaðin? Ég held þetta sé að því þegar ég báði bann Ég held að þetta fyrir mér er þetta skítlegt sko. Fyrir þeir er þetta bara fjölskyld og vinnir Þú veist, þó að ég kom í gríslingur Nei, þetta er létt fyrir mér En ég minna alla myndirnar að sveppa þannig allsber í Vegas og það er horfið þá Hvort er horfið? Það er bara tína símanu sín Það var samt mesti skellurinn eins og þú voru búin að vera í Finnlandi og ég týndi þeim síma þá var sveppi í stresskasti Það er einhver Hvort einhver að fundið alveg Ísland Hvað var hann og hvernig myndi voru þar? Þá var ég búin að taka eitt kasínóblöð og gekk ekkert allt og vel og ég var búin að lofa sveppa að við verðum að fara á skrallið eftir kasínó í Finnlandi og hann var vel peppar í skrallið og svo kom ég upp á herbyggju og ég var ekkert sá hressasti eftir kasínóferðinu og hann sagði við mig ok, taktu upp símaðinn, ég bara hvað og mátt leikstýra mér 3 myndir hvað sem er í mjög skröðlega myndir Þetta væri til að sjá það myndir Þetta er mjög líklega ógeðslustu myndir Nei, það voru yndislega Með hvað myndir ég hef séð, þess að hafa verið verri Nei, það voru ógeðslega fyndar En enda toppmaður Ég málega, það væri grátlegt að missa allt myndasafnið því ég á svo mikið af myndum Þá segir þau bara að haldið því Ég er búin að vera duglegur að taka myndir síðan 2004 Þú getur alltaf fengið meira kass, þú getur ekki fengið þessar myndir Já, ég ætla að velja myndirnar og vídjón Það er bara hannig Það er ránaði með þér Láta dagskostjóra F957 Ríkar Óskar Guðnason hverju mótni klæða þig í nærbuxur sem hann var í daginn áður og var að skvassi Akkur kannski ekki bara satt klæða sig Já, þetta er hann sem hann var í daginn áður og var að skvassi þeim Bara sveittar Eða þú ert alltaf að gangi í fötum sem er 3 númerum á stór Góð spurning Þessi er góð hér, ég var að gefa það Ég er lardsmaður í dag Ég kaupi ból í lards Þú þarf bara XXL Nei, stundum Lappandi tjald Já, stundum meiri þess að næja að tróða mér í Það er ekkert verið en að vera í allt og stórum jakkafötum til dæmis, það er ræðild Það er ekki að segja XXL sé eins og tjald Þú erði bara eins og tjald í því Ég veit að það er sko, við erum að tala um það Á þér er það sérstaklega með jakkafötin Ég er ekki eins og byrjar að pæli því Það væri þægilegt með joggi, verið í heimafötunum Joggurum og það myndi alveg sleppa En að vera að fara út í jakkafötum Ég held að ég myndi samt vera í 3 númer Ég get ekki verið í sveittu narbögg sem að rikka allar daga Það bara gengur ekki eins og mikið var væntum hann Það er óþægilegt en það samt ekki, þú veist, það sér það enginn Nei, menn það er slítalíkt af þessu viðbjöður Þetta minnum á þú gafst öllu vinninum jakkafötun og pappan þú varst fúll til hann Þegar þið fóru út á djami í þeim Fórum ekki á djami, fórum á Hall og Akureyri Viltu vera alltaf í 3 númerum og stóru fötum? Þetta er hræðilegt, maður verður að gera Aldrei í svona þröngum galabúsum og aðsnir skirtu, það er búið En málega það Steinda ekki mikið í því Málega það, nærbuksunar Steinda er flottir skirtu Já, ég er reyndar alveg oft mjög sexy huggulegur En sko,
Hversu blöytar er þessan nærbuxur? Það er ekki, hann skvassaði einn daginn áður, ekki lengur blöytar. Nei, þann var ekki blöytar í sólarhengstað. Ég get ekki valið það, ég verði að velja hitt líka. Já, ég líka. Þessi var erfið, þessi var góð. En hvort myndur frekar vilja vera? Tvei valmöðleikar, mjög fitt og sköllóttur eða í slæmu formi með þykkt gullfallegt hár. Bara hvort viltu vera auðvitað stendið? Þetta er góða punktur, það er svolítið þannig. Ég hugsi ekki bara sjálf um þið. Fitt og nokkuð sáttur. Ég var alveg til í hárðan stenda, ég veit ekki nað. Þá er það í slæmu standi. Já, en hann er ekki svo slæmu standi. Nei, stendir þetta ekki í, sko ég tala bara út í mjög slæmu formi. Já, þá er þetta létt, þá tekið með. Já, ég meina, sko málið það, ég er ekkert, fyrir þetta bakið að minni, mér takk í bakinu sko, ég með vesen í bakinu. Út af vinni. En ég er líka hjá Kíró. Minn maður er að braki í mig daglega líka. Ég er 3 í viku hjá hann og það er mikill munur á mér. En ef maður væri, þannig að sko ég er þannig sem ekkert í það slæmu formi ég er aldrei hann var samt ekki að tala um þig, hann var að tala um að þú verður miklu verra formi en þú ert í. Já, það tala um það? Já, for hvort myndur það bara mjög þitt og sköllóttur eða í ógeðslega slæmu formi. Menni hversu slæmur, við verðum að fá dæmi. Ég var að tala um bara að það er erfitt að hafa stiga slæm, nei, þetta er ekkert eitthvað þá myndir það bara velja hitt. Þú ert ekki 200 plus kíló sko, þetta er ekki tanniatrið. Nei. Bara slæmu formi. Já, þetta er erfitt sko. Ég ætla að taka vondaformið og reyna að hýsa með buxuna því að ég held að fari mér ekki það vel að sköldóttur. Ef við ekki bara sleppa fjórðu síðan? Jú, ég held að það bara komið gott sér. Hvað var fjórða samt? Veit, hún var sko, þú veist, hún var tæp sko, ég var með sko, ef þú leiða Ríkó Sverre Gunnarssoni í dagskrá fyrir 9-7 að eiga sett við þig, frábært samlíf. Já, herru, aðeinslegt, þetta var bara að slemma minni. It's been 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even. 95 með ykkur á FM 957 og ég ætla að spyrja ykkur hérna ára fyrir næsta leitinengir að því þú varst að tala um að vera í sveittu nærböksum og áðan Egill þá þetta myndi mig á einn ósið sem ég var með sem krakki en hætti sem betur fer bara þegar ég var 11 ára þegar ég var í mínibolta þá fór ég alltaf á mínibolta æfingar sem sagt ég er 11 ára fór á körfuboltaæfingu, var mjög sveittur fór svo í sturtu, en fór svo alltaf í sömu sokkan aftur þegar ég hugsaði þetta í dag, það er ógeðslegt það gengur ekki. Nei, ég er náttúrulega ekki að því í dag en, hættur þessu? Já, áttu þið eitthvað svona ósið sem bara sem þið eru lausi við? Sko, málið það, tétivarnar þá ég var 11 ára, en samt það var engin annar 11 ára að gera þetta held ég. Nei, það var sennilega ekki komin einhver kallatáfíl af þér sko. Nei, kannski ekki. Það var líka Sauðárkrók sko. Já, þetta er ekkert gert þar. Ég málið það þetta sko fólk er ennþá oft þar sko að fara í sömu sokkum. Nei, hættu, veistu það, hvernig ætlar þú að skemmta með mér og segja þetta ekki næst? Málið það allir með njálg og allir í sveittum sokkum, það er eitthvað rugglað. Heldur að bæjarbúa veit ekki að ég er að fíblast í það. Já, ég ætla rétt að vona það. Þú ert ekki svo viss. Jú, ég er handviss með það. Sko ósiður, ég er náttúrulega minn helsti ósiður. Björki Ben er ekkert bara að fara að vinna í sjómanna en þannig að fara að berja það. Ég er lofandi hræddur við það. Herru, sko talandi um ósiði. Ég náttúrulega byrjaði að reykja ungur. Já, það er þetta ósiður sem ég var og allt ungur í raunni og það er náttúrulega hrikalegur ósiður. Þú hættu því í dag? Ég hættu því í dag. Ég hætti í desember í fyrra þannig að það fer bara að styttst í ár hjá mér. En þú Egill, varst þú með eitthvað svona? Sko ég hef alltaf sett setuna niður passa bórsíðina aldrei bara hóri settur alltaf setuna niður sem krakki þú róst múin að passa já, vel gæst ég var ekki að ná það ég er svona veltaði fyrir mig lítið ég er svona, veist hefur alltaf verið dannað eitthvað sem ég er veltaði mjög djöful pissiði í sturtu pissiði í sturtu nei gerðu það hefur gæst, já hvað því að pissa bara í hérna niðurfallið það er alltaf hæðist það maður hefur kannski tekið svona einhverja aukadropa en ég hef aldrei tekið bara bönuna sko ég gerði það en þar til ég sá annan mann gera það þá fannst mér það bara já það er weird þú ert í sturtu bara í sporthúsinu sko heima hjá þér var eitthvað að mýga bara á tætnar að það er í sturtu nei þegar ég kom lappandi inn í sturtuna þetta er alveg 15 ár síðan eitthvað á skilindar þessi weird en síðan alltaf fer svo kannski einhver á heimilinu í baði eða eitthvað ég ert að gera þetta heima hér það er ekki hægt sko ég en menn hafa verið að raka á sér meðsvæðið í sturtu í sundlugum sem er mjög weird það var mjög klassíst þegar ég var úlingur það var mjög klassíst að menn voru að hendi í pissubombuna svo kallu en þá sem sagt heldur þau fyrir eins lengi og getur og svo lætur það bara ég held að ég set þetta föt svolítið á gólfið
Setja það ekki upp í skáp. Það ósiður. Ég gerði það í dag, kona mér brjálu. Kona mér verður brjálu því ég gerði. Það vílíkur ósiður þú varst yngri maður. En það er ekki samt teknikli ósiður. Það er ekkert meira sem fyrir töðunar á konu minni. En þegar hún kemur heim og ég sér eitthvað jakka minn á fyrir stóli eldhúsi, buxurnar mínar upp í sófa, það fyrir hérna fínustu. Það ég alveg skammaði fyrir þetta. Þú ert með að laga þetta? Já. Að ég getur hór, voru ekkert með því? Nei, ég hef aldrei gert það. Ég er svo klíugjarni, bara myndi kastu upp. Ég átti félaga sem gerði það og hún fannst alveg frálegt að klína hór í eitthvað. Hún fannst það ógislegt, þannig að hann áttaði í staðinn. Já, það fyrir að spýta þig bara eitthvað. Nei, bara mjög skrítin pæling líka. Þannig ósiðinu þinn var að þú reyktir og Egill, þinn ósiði var að þú gemdi fötin inn á gólfinu. Svo ég bara segja ykkur ógeðslega sögur frá mér sko. Döðu sér eftir þessu. Það er að geta sokkana sína. Ég var ekki að geta og ég bara fór aftur í það að sveita. Mér hættu því í dag. Remember the words you told me, love me till the day I die. Surrender my everything, cause you made me believe you're mine. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. One of us gets too drunk and calls about 100 times. Elsku vinir, þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og svei mér þá það fer að styttast í endan á þessu. Þetta er svo fljótt að líða. Þetta er ekki búið samt. Nei, en þetta er allt of fljótt að líða. En það þýðir líka eitt, það er búið að vera gaman. Já, þetta er búið mjög fljótt að líða en við eigum samt eftir að fara í dagskrárlið sem heitir Hver er líklegastur? Já, og ég er mjög spenntur fyrir þessu því að ég er með spurningu sem ég er actually mér forvitin að heyra svöru við. Nú ertu með góða? Já. Þá skulum við bara byrja á þér, Steinþór. Það er svoleiðis. Já, fyrst þú ert með svona góðan. Ok, ég kasta þessu bara beint fram. Það er engin undirbúningur í þessu. Nei. Hver á okkur er líklegastur? Því ég veit að við höfum talað áður að við séum það er engin mikið fyrir þetta. Okay. Hver á okkur er líklegastur til þess að henda í einn góðan sleik á almannafæri? Nú er ég að tala bara að segja bíó eða Kringlan eða þú ert á Laugaveginum, þú ert einhver staðar. Nei, þú ert ekki að tala skemmtistaðarsleik. Nei, þú ert að tala bara allir edru. Ok, skemmtistaðarsleikur náttúrulega hlýtur að teljast á almannafæri. Já, inn á skemmtistað. Það eru meiri líkur. Hann er vestur eiginlega. Nei, það eru meiri líkur myndi gera það erlendis til dæmis eða eitthvað heldur. Nei, þetta er á Íslandi. Þetta er ekki bara svona eitt kost bara munnin, þetta er eitthvað óþægilega langur sleikur almannafæri. Þú veist, það eru til pör, oft er þetta líka pör sem eru nýbyrjuð saman, sem eru svona það kannast allir við þessi pör, það er spilaköld, það er eitthvað, þá sitja þau kannski ónakvort öðru, annað er kannski með hendinn á bakinu og hennu, þau eru svona í sleik, þau eru kannski ekki alveg óveðandi, en þau eru samt bara svona, hey, chilli maður aðeins í smá. En hérna okkur er líklegastur í þetta. Það er að vera bara í Kringlunni fyrir utan Hagkaup eða eitthvað og þú ert bara með pókana með þér og allt þetta og svo bara ég kom með þetta. Svo ferðu bara í sleik. Ég veit hver er líklegastur og þetta er rétt svar. Ertu að fara að segja ég eða? Egill myndi aldrei gera þetta. Ég myndi aldrei gera þetta. Þú ert líklegastur, Steinn. Af hverju ég? Mér finnst þetta leiðilegt. Nei, ekki að slæma. Já, ok, ég er ekki að segja þú myndi gera þetta. Nei. En bara þið eru bæði flippuð, þið eru mjög ástofangir, nógislega fyndin og skemmtileg. Þið geti alveg tekið eitthvað svona flip-sleik eitthvað af okkur þrem. Það er ekki að segja að þú sért að þessu. Af okkur þrem ert þú líklegastur. Þú og Sigrún. Já. Sorry, bara ég veistu allir þrýr vera eins og frekar ólíklegir í. Já. Ég rekst ekki á ykkur í sleiki Kringlunni. Nei, það eru ólíklegt. En þú mátt líka hugsa, þú veist, ok, þetta væri kannski á djamminu. Já. Ofurölvi, það er stemning og það er einhvern veginn bara svona, ég gottu bara eitt slella maður. Sko, ofuröl á djamminu. Já. Þá myndi ég henda beltin yfir á blöðar. Nei, en sko Rakel myndi hrinda mig frá sér. Bara aldrei, hún er hvorki á Instagraminu og Facebook, heldur hún myndi leiða mér fyrir sleikvis og almannafæri. Það er aldrei, það þarf 2 til sko. En kannski væri hún akkurat að segja ykkur aftur skemmtilega. Þú er nýbúin að segja ykkur skemmtilega sögur. Já, aldrei. Hún væri öskur hlæjandi og þú bara þetta er ástæðan fyrir að þú ert líklega. En ertu ekki slellakall, stendur þú út í glasi? Nei, alls ekki sko. Þú veist, nei, ég er einhver slellakall. Það bara er þetta eitthvað viðurkennt orð. Við séum bara allir þetta er bara er ekki bara spes að vera einhvers staðar að þvælast alltaf í sleik? Er það ekki spes? Jú, en það við erum ekkert að dæma það sem gera það. Nei, við dæmum það ekki, en það er svona sérstakt. Egill, hvað er þú með? Hver er líklegastur til að
klóra sér í rassinum og þefa svo að puttanum að sér. Í rassinum? Er það að tala um innan á nærbuxur eða eitthvað að milli? Nei, bara í beran? Nei, þetta er verður en sleikurinn maður. Þetta er ógeðslegasta spurning bara sem ég fengið þetta. Þó sért ekki eins og að fara inn á rassina, bara að vera einhvers þar að þefa puttanum að það er ógeðslegt. Það var bara, sjáu þetta, ef við verðum svona núna. Málega, ef þú ert að þefa puttanum að þá náttúrulega er það bara svona hvernig jöfnum varst að snerta. Varst að snerta eitthvað handri, eða af hverju þú finnur einhverja skrýtna lykt á þegar sko, eina sem ég er að hugsa gamers eru mikið í þessu. Er það? Þeir sitja lengi. Ég segi Steindi. Nei, býtu. Nú ætla ég að koma með rökstynning að gamers sé bara alls ekki í þessu. Af því að sko gamers hugsa, sko þegar þú ert alveg gamer þá ertu ekki að borða ostapopp eða snakk eða snerta eitthvað og svo fara beint í fjastýringuna. Þú myndir þurfa að þvoður á milli og það gerir vesen, þú vilt ekki rífa það frá tölunni. Þetta er bara, þú myndir aldrei gera þetta sem gamer. Aldrei. Af tvennu slæmi var ég freka til að vera sleik og almannafæri heldur en að þefa puttanum. Alltaf. Þetta er frekar óþægileg spurning, ég var áttum að það núna. Er þetta bert raskat? Nei, ekkert endilega. Bara með þessuna bara utan á Ég ætla að henda þess að þú ert búin að taka einhvern hræðilegan próteinshake og þú tjekkar á þér. Ég ætla að henda þess að það. Ég teka. Þetta er hræðilegt, en ok. En málega það, menn er henskil, þú tekur þetta bara kassa. Já, það verður að hafa það. Þetta er ósala vond atriði, sko. Já, er þetta almannafæri? Ertu heima? Já, þú veist, ef þú gerir þetta almannafæri, þú game over, sko. Það er sérstaklega þetta næst á mynd. Það er bara þannig, sko. Það er game over. Ég sveimir þá, ég hugsi hendur svo líka á þig. Já, frábært. Þetta er nákvæmlega sem ég vildi vinna. Þetta er svona, maður tengir þetta, ég tengir þetta frekar við gimmið en gamer dæmið, sko. Þá er að síðast að mín er að þið eru með miklu betri niður. Ég ætlaði bara að spyrja hver er líklegastur okkur til að vera góðu slökkviliðsmaður? Góðu slökkviliðsmaður? Já, þessi geggjuð. Hvað þarf góðu slökkviliðsmaður að hafa? Þegar þú segir þetta þá er eiginlega búin að vinna. Þú þarft að vera í formi, það er því miður þannig að ég er óleiklegur þetta. Þú líka getur ekki að labba hvað það haldur á slöngu. Ég með takk í bakinu. Líka þú verður alltaf að setna á staðin. Það verður löngu kvikna í þegar þú komið til mæta. Ég er alveg döður. Sko köttum Steinþór strax út á. Þetta er ég að þú. Þetta er annað ég eða blöð. Ég ætla að gefa þér þetta. Ég held að þú verður betri slökkviliðsmaður en ég. Hraustari og Þú þyrftir líka að þóra vað inn í hús sem er alelda til þess að bjarga fólki. Já, en ég myndi henda bara í það. Ég held að þú verður betri slökkviliðsmaður en ég verður betri lögga. Já, þú vildur þú frábæð lögreglumar. Með þessum orðum ætlum við að kveðja hér. Ég er crooked cop. Já, ég er Ég held ég myndi, þú gæti rétt með 20k og ég myndi hleypa þér í burt. Ég myndi bara stoppa ykkur bíl. Ég ætla að vera completely honest. Já. Svo að maður myndi bara stoppa ykkur félag sem, heyrðu, þú varst á 105. Nei, þetta þú? Það gerir snálega á löggunni. Bara slaka þess á bensíkjöfinni maður og bara fara að hæga. Mér finnst það allt í lagi en að vera að þiggja 20 skall fyrir að sleppa einhverjum fyrir hraðasætt. Það finnst mér aðeins verða, sko. Já, en þú gæti samt ekki komið bara heim til eitthvað sem er bara búin að vera að murka lífið og fjölskyldur sinni og nei, þetta þú? Nei, það er kannski allt annað Steindór. Hvað er að blanda þessu saman? Farðu nú að minka þessa drikkju. Já, frábæri samleiking þér. Þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 en það er eiginlega bara því miður komið að lokum hér hjá okkur drengjanum þennan, yndislega föstudag 12. október, vonandi eigið góða helgi, kæru hlustendur. Drengir, eitthvað planaðið ykkur? Helgina? Já. Nei, ég er að fara að sigla inn í nokkuð þægilega helgi og ég ekki langa tíma, þannig að ég ætla að nýta hana mjög vel. Já, bara slappa af. Já, slappa af og gera eitthvað mjög gott úr henni. Þú tjáði mér daginn eða þú ætlar ekki að gera neitt fram að Tenerife? Já, ég er í Tenerife-kötti og ég er svona í panikkötti. Já, ég er fullt mjúkur fyrst með eitthvað stutt í tenni. Þú ert ekki að keppa okkur fitnessmót, ert ekki bara að fara með familíuna? Nei, ég ætla bara að passa það með Rikka með mér öllum myndum. Það var Rikk. Það er ekki tekið mynd af mér, Rikki er ekki með mér á hann. Nei, já, lít allir vel út við En býttu talandi Tenerife, okkur ertu aldrei á leiðin til Benidorm en alltaf á leiðin til Tenerife, hvað er þetta? 5. ferðin á það? Þetta er fjórða á mjög stuttum tíma. Ég kann mjög vel við hana. Veðrið er alltaf bara eins líka á beni og bjórin er alveg ískaldur. Félagi minn er akkurat núna. Ég talaði við félagi minn í gær sem er á Tenerife og það er 29 stað hitt þar. Það er ofeitt. Öfunda eiginlega verið að fara. Þú getur lendnefnilega, sko, Tenerife er nefnilega getur stundum alveg verið, er aldrei vont viður eða það getur blásið. Ég fór í sumar, við fengum bara 1 sóladag. Þú getur maður getur verið ofeitt. Það var skellur, sko.
En já, við bara, þú ert nú ekki að fara strax, þú erum með okkur Nei, næsta föstudag. þetta er 23. og hérna núna er ég bara að fara að vinna og chilla basically, það er helgin. Vel gert, ég vil nýta tækifæri og hvetja alla til að mæta á Laugardalsvöll, það er Íslands-Sviss og þá veist búið að ganga illa hérna salan. Þannig svo Íslendingar vilja bara fara þegar það gengur vel sko, það þarf að styðja líka þegar illa gengur. Já, þá á maður ymmit að mæta. Bara að bakka upp strákana. En við verðum að minna á Suður-Amska drauminn. Hann hefst hér á eftir og við lofum ekki hér á Stöð 2. Já, á Stöð 2. Þannig að endilega tekja honum, 3. þáttur og hann er geggjaður. Eigið þið yndislega helgi, kæru hlustendur. Takk fyrir að nenna hlusta á vitleysun í dag og við verðum mættir hér næsta föstudag.